Ég veit ekki með ykkur, en mér líður stundum eins og grameðlu þegar kemur að nýjustu tækni. Enda engin furða, við lifum á tímum stöðugra breytinga í tækniheiminum. Gunnlaugur er verkefnastjóri í upplýsingatækni við grunnskólann í Stykkishólmi. Upplýsingatækni, þú ert nú ekki með lítið í fanginu að eiga að fylgja tækninni eftir. Nei. Það er ekki alveg fyrir alla, er það? Nei, en það er rosalega spennandi verkefni og það er alveg, eins og ég segi, risastórt verkefni en einhvers staðar þarf maður að byrja og hætta. Maður þarf að velja svolítið. En við völdum okkur svolítið leiðina að fara í vélmenni og iPada og svolítið sluti. Þetta er löngu komið, þetta spjaldtölvur eru löngu komnar inn í skólana. Já, sko, fyrsta spjaldtölvun held ég að ég sé að fara með rétt koma út bara fyrir 10 árum, sko. En við fengum fyrstu 2014 í gegnum styrki bara. Allar tölvurnar, við erum komin með 56 stykki, allar hafa komið í gegnum styrki. Já. Og sem og öll þessi tækni. Þannig að við höfum verið rosalega duglega að safna peningum. Það er í raun og veru reynt að hvetja til þess að samþætta þetta inn í önnur fög. Já. Þannig að, og það er verið að gera all land og allan heim að koma upplýsingatækni inn í skólastarfa því að þá verður skólastarfið svo miklu fjölbreyttara. Og samþætting felst í því að þá ertu að nota þetta, þá ertu að nota tækni í starffræði, þá ertu að nota tækni í ensku eða þú veist einhver kristinfræði eða hverju sem þú vilt, sko. Já. Ef það er kennt. Þannig að við erum að nota mjög mikið í íslensku og starffræði, dönsku, ensku. Við notum tækni á hverjum einasta degi í öllum tímum. Eins og núna, þú ert með forrita bolta. Já. Er þetta rétt að kalla þetta bolta? Ja, kúla. Kúlu, já. Fyrst ég er starffræðikennari þá er ég að segja það. Kúlu, þetta forrita kúlu. Já. Og það eru krakkar niður í hvaða bekk, segirðu? Sko, við höfum farið alveg niður í annan bekk, en ég er alveg viss að fyrsti bekkur nær því að forrita, sko. Já. Það því að forritunin gengur út á svona blokkir og þar eru bara tilbúnar svona skipanir þar sem við þurfum að stilla inn hraða, tíma og til dæmis gráður í hvaða áttan kúlan á að fara á svoleiðis. Og svo eru alls konar fítusar eins og að láta ljósin breytast og blikka og svoleiðis. Þannig að við erum í þessu við erum ekki að fara í flókna dótið með þessum litlu krökkum. Þetta er náttúrulega bara byrjunin, sko. Þetta er algjör byrjun, en þetta er svo ótrúlega góður grunnur fyrir þau upp í elstu bekkina og þegar þau eru kannski farin að forrita bara með setningum. Já. Þannig að svona reynum við að byrja og þau eru ótrúlega spennt að koma. Ég til dæmis er í samstarfi við kennara í öðrum bekk núna og þau koma alltaf 2 og 2, eru með sikkur og kúluna og eru bara að reyna að Og þú varst að segja að þau eru að gera þrautir á gólfinu, þau fara frá einu merki í annað. Já. Varst ekki að giska á það að þú letir kennarana hina gera þetta þá? Jú, þá myndu þau pottþétt vera töluvert lengur að ná þessu heldur en krakkarnir. Já, eða bara okkur Já, það væri gaman að sjá ykkur gera það, sko. En nú ertu búin að gera eitthvað, þú ert búin að forrita þessa kúlu í eitthvað? Já, ég bara bullaði eitthvað til ykkur að sjá hvernig þetta virkar, þannig ég ætla bara að ýta á stað og fer þetta í vitleysu? Og þá fer hún eitthvað. Breytir ljós og gerir, já. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera og það er ýmislegt hægt að kenna krökkunum með þessu, til dæmis hraða. Við getum farið, í eldri bekkin getum við verið að láta þau kannski fara 10 metra á einhverjum sekúndum og þá eru þau að breyta í metra á sekúndur og alls konar svoleiðis. Já, þar kemur starffræðin inn og eftir svona eðlisfræði eða... Já, þannig að samþættingin er bara virkilega skemmtileg og svo náttúrulega gráðurnar eru bara gefins þarna. Við höfum búið til verkefni þar sem þau fá kannski 1 horn úr þríhyrning gefins, kannski eiga búið til 67 gráða horn og krakkar vita náttúrulega, eða eiga að vita það að þríhyrningur er 180 gráður. Að þau búa svo til restina og láta svo kúluna fara eftir. Þannig að starffræðin kemur og svo kemur svona gulrót að fá að forrita inn í það. Þetta er rosalegt nám fyrir þau. Margir horfa bara á nám sem eitthvað
þú veist, einhverjar beygingarreglur eða stærðfræðireglur, sko. En þetta er gríðarlegt nám. Ekki síður, og þetta er líka svolítið svona, kemur pínu skapandi inn í þetta, er ekki ótt að segja það? Jú. Og sem er alltaf verið að reyna að ýta undir þessa sköpunargleði og svoleiðis. Og frumkvæði og allt þetta. Allt er þetta svolítið eins og hérna nýjasta tækni og vísindi, sem var kannski afmarkaður hópur sem maður var í, nú hafa verið að virkja miklu fleiri í þetta. Ég veit það, og ég meina, þú veist, það eru bara búið að gera rannsóknir að þarna, þú veist, störfin sem krakkarnir sem við erum að kenna núna, 60 og eitthvað % af þeim er ekki til í dag. Þannig að, þú veist, við getum ekkert verið að kenna þeim eins og okkur var kennt. Hvað þá eins og kennararnum, þú veist, kennararnir okkar, skilur við, sem eru orðnir 50, 60, 70, þau, þú veist, það er stundum fussað út í bæ, sko, hvað er verið að kenna það núna? En þú veist, við getum ekkert gert okkur grein fyrir því, hvað verður? Í öllu falli veit maður að upplýsingatæknin á eftir að vera stærri og stærri hluti af atvinnu og bara lífinu, sko. Já, ég meina, hún er strax byrjuð og það er nóg eftir þessari öld, sko. Hvað segirðu? Þá, ég ætla að fá hann hérna, þetta vélmennið okkar til þess að kveðja áhorfendur fyrir okkur og þá er ég komin í forritið sem fylgir honum. Og þú ætlar að ýta á hljóðnemann bara. Já, og lesa inn. Hann telur niður og þú lest inn. Eftir hann er búinn að telja niður? Já, þannig að þú bara reynir að láta hann skilja þig. Ok. Nei, byrju. Akkúrat. Við þökkum fyrir í kvöld og sjáumst eftir viku. Takk, takk. Við þökkum fyrir í kvöld og sjáumst eftir viku. Takk, takk.